Þetta er gott. Við erum byrjaðir, sko. Það er svoleiðis? Þetta er byrjað, sko. Vá. Hvað segir Þetta er kósí. Ég veit það. Bara mjög gott. Við ætlum að kynna hann fyrst, skilur Já, við. Við vorum daginn með saumakall Já. sem að saumar, en ég fekk svona eitthvað ábendingu að við kynntum hann aldrei inn. Já. Þannig að fólk var að hlusta á einhvern mann sem betur hvað er að gera hann. En þú ert golfari, Já. Gunnlaugur Árni. Þú heitir samt Árni í útlöndum, eða ekki? Jú. Viltu ekki nota Gunnlaugur þar? Þetta er svona, já, ég er að vinna með tvær mismunandi persónur svolítið. Já. En alltaf bara heiti ég á Gunnlaugur Árni, það er ekki mjög enskuvænt nafn. Gunliger, Árni. Já. Nei, það er ekki Það var gott. svona, ég fór fram og tilbaka að hugsa er ég að fara út og láta fólk bara segja þetta kjánalega. En svo ég heiti, ég kallaði Gulli af fjölskyldunum minni og vinum hérna. Og ég hugsaði sko, ef að þjálfarinn minn úti er reiður út í mig og kemur eitthvað Gulli. Gulli. Ég var eftir með að, var ekki að hlæja, skilur. Þannig að, En Ernie. Arnie. Ég fer eftir namnu Arnie. Arnie. Og þeir segja þetta þannig, fattar við. Hey, En það er millinafni mitt og afi minn hét það, bjó í Bandaríkjunum. Og þá var golfarinn Arnold Palmer mjög stór. þekki Og hann hann. kallaði Arnie Palmer. Ernie Þannig Palmer. að ég hugsaði sko, já, Ah, passa það ekki frekar vel. Golfari, Jú. hugsaði þetta er gott golfnafn. Þannig að ég einhvern veginn tók það bara á mig að skipta nafn að einhverju leyti og svo hefur bara gengið nógu vel til þess að það hefur svona stikkað svolítið. En er ekki þetta óþægilega, eða þurftu ekki að venjast í að vera kallað Árni? Bara Jú, einhver, ég- Arnie, bara þú ert ekki að hlusta eins og því. Ég var alveg fljótur þegar sko út að þetta er sagt náttúrulega Arnie, ekki Árni. Ef Já, já. einhver myndi segja bara Árni út á götu, ég Já. myndi örugglega ekki líta við. Nei. Nema ég myndi þekkja röddina, skilur. En þannig að þetta er svona, ég fer bara eftir Gulli eða Gunnlaugur hérna heima. Já. En svo einhvern veginn, já, má fólk kalla mig hvað sem að þau vilja, sko. En ekki vera of hógvær. Þú ert besti golfari of all time á Íslandi. Nei, ekki, er það? Já, ég meina það er engin náð þeim afröngum sem þú hefur náð. Það er markmið, það er draumurinn að komast á þann stað á Íslandi og svo bara dreymstórt og ég er í þessu ástæðu. Algjörlega. En hvaða markmið, hvað er þetta að Hann meina? var að spila bara á móti sem að enginn hefur spilað á áður. Ertu fyrst Íslendingurinn til að spila Á US Open. á US Open? Já, þannig að sem sagt, ég er að fylgja fótspor nokkra mjög góða kylfinga, Haraldur Franklín Já. sem var á The Open sem er núna að fara að byrja þegar þátturinn kemur út fyrir nokkrum vikum. Já. Og svo konumegin þá Ólafía Þórunn og Valdís Stóra. Já, ég er að passa, ég sagði ekki nöfn, ég er örugglega 100% rétt. Jú, ég held sér rétt Já, ekki, já, svo þau fóru kvennamegin í stórmót líka, þannig að hafa fólk komið og gert risa hluti og og Birgir Leifur og margir sem að koma undan sem að hafa svona riðið brautina fyrir okkur en ég var sérst fyrsti á US Open og náttúrulega bara mikill heiður að fara með fánan á þetta stórmót og opna bara þessa hurð fyrir okkur, fyrir mig aftur og Íslendinga sem að koma á eftir mér. En hvernig kemst maður inn á US Open? Hvað þarf maður að gera? Sem sagt, þetta er bæði The Open og US Open eru tvö risamót sem að hver sem tæknilega séð getur komist inn og það var með það séu 20 eða nokkur sæti fyrir bara kylfingar til að vinna sér inn í þáttöku og ferlið er þannig að það eru úrtökumót, það eru 2 venjulega. Ég þurfti ekki að fara í gennum fyrsta út að stuðum minna heimslista þannig að það var eitthvað ákveðið komast inn og þá hafði ég í rauninni bara tækifæri til þess að spila minn 36 hólur á einum degi sem tekur langa tíma, þetta er svona 10 tíma mission en ógeðslega gaman og þú bara spilar farir stuttan hádegismat strax aftur út og venjulega eins og mínum stað sem ég spilaði í Ohio þá voru 4 sæti laus og ég var í jafn í öðru sæti og 4 að spila upp á 3 sæti og eða hvort það voru 5 að spila upp 4 Þetta er smá flókið, sko. Já, þetta er Ég datt út. Já, það ekki. Jú. Þetta er mikið að tölum. Já. En svona í stuttumáli er þetta bara þannig að þú getur í rauninni hver sem getur spilað inn og ég sem 20 strákur sem er ennþá í háskóla er samt að keppa móti atvinnumönnum sem eru í þessu á stærsta sviði. Já, eins og núna þú varst að keppa varst að keppa móti einhverjum legendum þá bara aðal gaurunum. Að einhver leiti, eins og núna var ég opna breska svona úrtökumóti og þá var ég að spila með
gaur sem hefur unnið Masters mótið, Hvað heitir ég hann? veit ekki að græna jakkan Já, og líka annar sem er að spila á PGA Tour mótaröðinni. já, Þannig að þetta er smá grillað sem bara ungu strákur sem að er ennþá með þessar stráka að kalla sem fyrirmyndir og svona idol að vera að spila með þeim upp á að komast inn í þessi mót. En það er náttúrulega bara ógeðslega gaman. Á hvaða aldri eru svona bestu kylfingar í heimi? Hvernig eru menn að toppa í golfi? Örugglega svona í kringum 30 myndi ég segja, menn það var örugglega svona sweet spotin. En út af þetta er svona, maður er alltaf að fá reynslubankan, alltaf að stækka sem bara persóna og reynslan er að vera meiri og svo heppilega er bara, þetta reynir ekkert bilaslega mikið á sem sagt líkamar eins og aðrir íþróttir á öðru vísi, þannig að menn geta alveg spilað þetta heldur lengi, þannig að Sko, ég var í golfi sem krakki og unglingur en svo hætti ég og það sem mér finnst erfitt við golf það er þessi andlegi partur, annarkvæmt er maður bara fínn eða hræðilegur, eða allavega ég þú ert væntanlega bara alltaf mjög fínn eða mjög góður maður reynir allavega. Ertu að æfa þennan part af sportinu eitthvað sérstaklega? Alveg 100%. Það er það sem að þessi íþrótt sker sig út frá öllum öðrum er þetta þessi stóri andlegi þáttur og mikið af svona sálfræði pælingum sem maður þarf að vinna með og þetta er einmitt svona, það er ekki margar íþróttir sem þú tapar jafn mikið og í golfi. Ef þú ert að fara í golfmót þá ertu kannski keppmóti 70 til 200 keppendum með að við bara hvað þú ert að spila eða hvað móta er og til þess að vinna mótið þá ert að vinna alla þessa 200 keppendur skilur þannig að þú getur endað í 5. sæti og þetta er frábær vika og þú tapar móti 4 einstaklingum þannig að það er þú vinnur ekki oft og þegar þú vinnur þá er það mjög sæt tilfinning þannig að maður þarf einhvern veginn aðeins að snúa hugarfarinu úr því að vera alltaf bara jákvætt eða neikvætt í að þetta skilur jákvætt eða lærdómur og þannig að þetta er svona ég myndi segja að það siktar marga út frá unga aldri bara þessi partur af leiknum að þú þarf bara að vera með ákveðin svona vilja og þrautsegu til þess að nenna að gera illa nógu lengi skilur og þá ferðu yfir svona smá dæld yfir smá svona hól og allt í einu fyrir þetta aðeins að tikka inn og vera að komast að ról. En fyrir svona áhuga fólk bara eins og mig hvernig kemst ég yfir það ef ég næ bara ömurlegu uppáhaldsöki að vera bara hvað er nefnir ekki maður? Ég myndi segja að það væri í rauninni að bara vera ekki of þú veist svona fastur í einhverju útkomu eða að gera allt vel skilur. Þetta meikar ekki alltaf sens sko viðbröðin við höggin hjá bara svona fólki sem spilar dagstælega þið kannski sjáið eitthvað smá í sjónvarpinu frá okkur móti og það er bara eitthvað geðveitt högg og svo ætla ég að reyna að gera eitthvað sjálf og ég meina þú getur sparkaður í fótbolta helviti vel þóttu þú kannski spilaðir hver sem er þóttu varst ekki í bestu deildi eða eitthvað þannig að þið líður eins og miklu nær bestu í heimi en í golfi er þetta bara ekki þannig þú þarfst að leggja svo mikið á þig til þess að vera nógu góður þannig að ég myndi segja að væntingarnar eru bara alltaf háar oft þannig að það er meira bara einhvern veginn að bara verðst að hlæja lilu höggunum en eins og svona stórmótið séu þér ég var bara á einhver golfmóti í brúðköpum daginn og fylgdust aldrei með uppáhaldsökinu á mér og ég var að deyja úr stressi hvernig líði þér á svona stórmóti það er bara kamerur, þú veist það er allir að horfa það ertu bara að tappa það út og einhvern veginn bara svona vera meðvitaður það eða ertu bara inn í þér bara að deyja það sko, ég meina ég vil vera hreinskilin með allt svona og ég var alveg titrandi í þessum höggum sko sérstaklega fyrsta tegug er alltaf stressandi og þú ert búin að fara að hita upp og allt það en svo mætur þú bara og þetta er bara svona fyrsta tegugi skilur þú og hérna þú þarfst að byrja þetta og vilt byrja þetta vel og þú ert að spila upp og spila vel í mótinu þannig að sérstaklega ég finn það ennþá þegar fólk er að horfa skilur saman hvort það er 10 manns eða 100 manns maður er alltaf með smá fiðring en í svona stórmóti þannig alltaf er þetta eins og í Happy Gilmore þú veist bara, það er bara stúka og það er einhver að lýsa þessu bara í einhverjum hérna gám hérna er þetta sér golfmótaður? Jú, ég er bara svona eins og þetta fyrir hann þetta uppafstæmi fyrir honum, skilur hvort það hafi verið svona svoleiðis á þeim skala þetta er alveg, ég meina þú ert með stúku hann að vinstra með við tegin er það alltaf uppafs? Já, það er alltaf fyrsta hólan það var alltaf svona stúka í kringum tegin hann og þú ert svona inn í svona þótt að það sé ekki endilega stúka en þá ertu með fólkið bara að ramma inn hóluna Er það ekki svolítið stressandi? Ég var svo stressað að ég náttúrulega ekki góður þú en bara að slá í fólkið
Jú, og ég fekk Það gæti gerst. þannig tilfinningar upp að ég var ekkert endilega að slá mitt bestu högg og þá einhvern veginn sjálfströsti fyrir svona aðeins niður og þá allt í einu eru fólkið það eru bara tölur stærra og nær brautinni og Sýtt ef ég dræfa hérna bara í þessar konu bara núna hérna upp að sökinu á US Open, það er mjög óþægilega. Já, mjög þannig að það er svona, maður vil ekki gera sig að gera ykkur mistök til að byrja daginn en þá fyrir þetta aftur í þessi svona sálfræði hugsanir sem maður er alltaf með og maður er með einhverja rútínu sem maður tristir á. En er eitthvað að kenna þetta? Ertu með eitthvað svona leiðbyrjandi sem kennir hennan andlega partið? Já, ég er alveg með bara rosalega gott teimi í kringum með það sem ég er með skólaþjálfara, sjúkraþjálfara, sálfræðing og flera fólk sem er á baku mig og þannig að við erum öll með plan og við erum öll með einhverja rútínu sem að leið og manni líður ekki vel eins og í þessari aðstöðu að það er fólk að horfa með stressaður þá bara smeltum maður fingri. Núna er rútínu að byrja og þá ferur bara í gegnum ferlið og gerist bara eitthvað. En ertu með þá einhverja möndru? Þú veist, það bara, þú mátt ekki gera eitthvað og, þú veist, er þetta bara einhver svona rútína sem þú fer eftir? Ég veit, eins og þegar ég var að æfa skíði, skilurðu, þá stundum bara, var ég upp í brautinni, skilurðu, og ég ger alltaf dang, dang, áður en ég fór niður. Ertu með eitthvað svoleiðis? Já. Ég varð alltaf að gera dang, dang, annars bara var allt ómögulegt. En þetta er svona einmitt, þú veist, rútína, hjátrú, skilurðu, þetta er eitthvað svona sem að kemur hausnum aðeins í meiri ró og þetta er svona bara cue að þú ert að byrja, skilur Já. Og þetta er mitt svipa og í skím, skilur að leið þú ert að byrja, það er eins og slá fyrsta tefugið svo leið þú fer á stað, þá dettur í rytman og, og bara allt sem þú hefur gert áður, öll æfingin, öll vinnan byrjar að sína sig þannig að þetta er miklu meira bara í hausnum að koma þér inn í þetta flow state fyrir og en ég með, skilur leið og ég í rauninni sett hanskan á mig þá veit ég að þetta er svona go time Nei. Já, hanskan og svona setja velkróin yfir Okay. þá er það svona ok, þú veist, ég er ekki að bara setja á mig hanska á vinstri Nei. á leiðin í hagkup, skilur ég er að setja hann á mig fyrir golfhögg og þá Já. veit ég, ok, ég er mættur og núna er svona vinnan að byrja og svo tek ég aðeins söflu og leið og ég tek miðið þannig að ég lyfti killinu svona upp og sé beina línu eftir skaftinu þið skiljið ekkert hvað ég er að reyna að segja en ég ætla bara að horfa á og þegar ég er að horfa á staðin sem ég ætla að slá á þá er ég komið með einbyttinguna fullkomlega á höggið og verkefnið fyrir fram mig og það er einmitt svona eins og þegar þú gerir þetta sko, Ómerkilegt. Já, Andri Sandal leikur Já, nákvæmlega, þá stígin í höggið skilur og slæ og, En svo má maður ekki vera of hjátrúarfullur heldur sko. Nei, það er alveg margir sem að einn liðsfélagi minn í háskóla, hann er með eitthvað bilaslega mikið að svona einhverju hann er eitthvað smellir tönnunum sínum tvisvar og gerir eitthvað með höndunum og eitthvað haustnum, þetta er svona bilaslega mikið af einhverjum litlum svona tics eða hvað sem hann kalla það Margir sem býða til Guðs líka eitthvað. En ætli menn sem að toppa 30 þegar nú ert þú bara 20 þú hefur 10 ár til að svona slípa þetta og vera betri í þessu Það sé partur af því eða? Já, ég myndi segja sko eftir að spila með þessum stórstjörnum og fyrirmyndum mínum þá bara finnst maður ekki eiga langt í land sem sagt bara golflega séð og það er það sem allir bestu kyllingarnir myndi segja að þeir sem eru á hæsta level í áhugamennsku eða háskóla að þeir golflega séu eru rosalega nálægt því ef ekki á sama stað og þeir bestu en það er bara svo mikil reynsla sem að fylgir þessu að hafa farið á þessi stórmót 10-15 sinnum áður og kunna bara líða vel í kringum fjölmiðla og áhörnendur og það er svo mikið svona sem að fylgir þessu sem að pælar ekkert í og bara undirbúningurinn allt svona utan að komandi áreitið leiðvart byrjar að bara approacha það eins og hver annar dagur þá ertu í bara þínu besta hugafæri til að spila Hvað varstu gamall þegar þú byrjaði í golfi? Var 12 ára Nú ok, og ég byrjaði svolítið seint sko. Ég var í fótbolta, körfubolta smá í handbolta þannig að ég svona hafði mikið áhuga fyrir íþróttum og endaði bara með að prófa golf En þú ert bara búin að vera í golfi í 8 ár? Já Vá, áhugavert En það er vantilega komið frá foreldri eða eitthvað? Já, pappi var í golfi og foreldrar hans og hann var eitthvað aðeins þegar hann var yngri og alveg fínn hann var alveg góður ég var eitthvað skít fyrir það en var meir í fótbolta þannig að ég fikk aldrei pressu en eina svona einhverja hugmynd að heiman það var skrítið, ég var á EM að fylgja landsliðinu 2016 í Frakklandi og þá fyrsta skipti fekk ég hugmyndina golf Nú, hvað gerist? Bara eitthvað,
ég bara eitthvað sagði mömmu, mér langar að æfa golf Já, geðið. ekki hugmynd hvernig það kom til Nei, bara gunn. já, bara kom upp og 11 ára gamall eða hvað? já, Eitthvað svona. vera 12 ára Já. þannig að, og svo byrjaði ég sem sagt í kjölfarið þess þannig að það var svona fyrsta hugmyndin Og hvað varstu fyrir að ræfa? Eða á hvaða velli? GKG, Já. þannig að ég er úr Garabænum var með Stjörnunni Já. því miður ég sé vart í KR peysu en Já. Ég vissi það sko að þú væri annar staðar. já, Þannig mætti ég þessari peysu. voru alltaf ég manna mitt eftir í körfubolta og fótbolta það var alltaf hörkuleikir á móti KR sko. Já. en já, hann að ég byrjaði þar og hef bara verið þar síðan ógeðslega gaman Og fer svo út í nám og ert á hún golfstyrk eða eitthvað svo leiðis? já, hann að ég er á íþróttastyrk í LSU þetta Já. skólan, Louisiana State Louisiana. já, Það er bara, kallar maður það miðríkin eða? Nei, hvað Nei, kallar það maður er mjög sunnalega, það er Suðuríki. Suðuríki meina já, ég. þannig að við erum hann á sumslóðum og Texas, Alabama, Mhm. Florida svona þessi, svona, já, Já. strandlengja En hvenær gerist það, ok, þú 12 ára þegar þú ákveður ég ætla að æfa golf, eitthvað. En hvenær gerist það að þú bara, heyrðu, ég er það góður, ég get bara gert þetta að einhverju, bara atvinnumannadæmi. Hvenær færðu þá á flugu? sko, þetta er góð spurning ég er hann að hugsa aðeins sko, ég fekk þetta frekar snemma ég, leið ég byrjaði í golfi þá var það einhvern veginn ég elskaði svo mikið hvernig bara íþróttin virkaði þannig að ég gæti farið út á golfvöll bara klukkan 8 á morgnana og komið heim bara fyrir kvöldmatt og verið einn allan daginn og gerði, skilju, ég var ekki að treysta neinn annan Já. skilju, þú fer á fótboltaæfingu og ég meina þú getur gert takmarkaða hluti einn á fótboltavelli þú getur sendið í vegg og skotið en þú getur ekkit endilega orðið betri í ykkur öðru þannig að ég einhvern veginn elskaði bara þetta var allt undir mér komið, ég gæti eftir eins mikið eða lítið og ég gæti og það var einhvern veginn það sem ég elskaði bara einhvern veginn svona grændi við það og var alltaf bara stoppaði ekki, annarkvort var ég út á golfvelli eða ég var heima hjá mér að horfa á YouTube-vídeó bestu kyllinga heims og þá einhvern veginn Geðið. fann ég bara þetta er eitthvað sem ég vil gera og þetta er draumur sem ég hef og þá einhvern veginn mappaði ég bara út þessa leið mjög snemma ég ætla að reyna að komast í háskólagolf og svo í atvinnumennsku og En þú fer í menntaskóla hér? Já. Hvað skóla? FG og klárar FG og svo bara, já, hann maður alltaf útskrifast orðið núna í dag, 18 ára eða ekki? Jú, Ekki 3 ár? 3 ár bara eitthvað, já. en svo náttúrulega getur maður gert það í rauninni á sínu einn peysi bara Já, en ég hugsaði strax bara ég svona smá eftir að hugja kannski félagslega séð að ég fór bara í menntaskóla með 0 markmið eða löngun að njóta þess eitthvað ég var bara eitthvað skemmtaði bara. mér langar í háskólagól í Bandaríkjunum Já, ég ætla að komast ekki ennum þetta á 3 árum ég ætla ekki að gera neitt aukalega en það út að ég var bara svo fastur á því sem ég langaði og En eignaðist einhverja vinn í FG eða? já, nei ég var bara einn Hljómaði smá þannig? Já, nei, þetta var meira svona, ég pældi ekkert í, menntaskóla er alveg stórt skref fyrir okkur Íslendinga og þetta er svona það sem að fólk byrja bara að bara hafa aðeins meira gaman og kynnist vinum sem þú ert bara með að eilu. Túli, alltaf léttur. Hann er alltaf léttur. Já, ógeðslega góður, besti bjórinn. Það sem er best, kjörís, þá erum við að tala um pólís íspinnana sem eru ekkert eðlilega góðir. Svo gott að gefa börnunum sínum hluti sem eru sigurleysir. Já, mjúki spinnandi maður, oh my god. Og við erum búið Atlansolíu og ég hveti ykkur til að fá okkur appið og velja ykkur sparistöðun ykkar. Í þannig fáið þið ódýrt bensín. Coco Puffs. Glens og grín, það er mitt fag. Coco Puffs er bara svo klassist. Ég veit það. Það er þjóðarsólin. En ég var heppinn að ég var í Garðaskóla í Garðabæ og flest allir fóru í FG en mikið af hópnum sem ég þekkti Okay. Þannig að ég var og að vera í íþróttum þá náttúrulega þekkti maður marga og átti góða vini þannig að það svona held sér bara í gegn þannig að ég þurfti ekki endilega mikið að kynnast nýju fólki þó að maður gerði það bara náttúrulega en meira var þetta svona ég vissi bara hvað mér langaði mikið að komast í háskólagolf þannig að ég reyndi bara að leggja allt til þess að Þú virkar mjög sósíal. Já, ég var alveg til að vera vinnuðinn, sko. Eða ekki? Jú. Bara mikið hrósa Nei, þú ert mjög þroskað með 20 ára gammal gaur, bara í viðtali hérna hjá okkur. Aðal köllunum, sko. Ég fíla að vera í kringum fólk og hef gaman að því og hef alltaf náð vel með mikið af fólki sem ég kynnst. Já. En svona þetta er meira eftir að hugja maður, ef maður er með eitthvað markmið, maður þarf að fórna hlutum og golf er mjög tímaþröngt sport, þannig að maður er lengi að æfa og... Já, en golf fyrir svona gaurum eins og okkur sem eru bara að gera for the fun of it, þá er þetta mjög social
íþrótt, Já, saman á teig og eitthvað svona, snáðast í náttúrunni og slá eitthvað og eitthvað svona. Nákvæmlega. Já, það er gaman sko 100% og þú lærir ógeðslega mikið á að vera í golfi, sérstaklega frá unga aldri. Þú lærir svona heiðursreglunar, þú mætir á teig og tekur húna að þér og heilsar einhverjum og bara þurfa að spjalla, eiga eitthvað svona létt spjall við eldra fólk og ókunniga aðila og svo eftir hring, aftur að takast í hendur og þakka fyrir hringin og það er svona litli vanar sem að þú lærir, skilur, að vera girtur á golfvellinum. Þetta er svona núðalega reglur fyrir kannski fólk sem er ekki inni í golfhaumnum. Nei, það mátti ekki vera gallabuxum upp í ger þegar ég var þar sem krakki. Er það ennþá þannig? Sko, þetta er orðið svolítið lús, myndi ég Já, segja. ég var rekinn á golfvellir í gallabuxum. Það er svoleiðis. Já. Það er kannski má í dag. Þú gerir það örugglega ekki aftur núna. Já, ég ekkert annað en gallabuxur, þannig að ég er bara að verða að mæta í gallabuxum. Það er bara í svörtum. Já, það var svona sérstakir svo vel. En það er enn það siðareglur og svona, en þetta er orðið miklu léttar í dag. Þú getur farið í bása eða á æfingasvæði og bara verið einhvern veginn. Ég fæ ofta, pabbi náttúrulega að spila golf á hverjum degi og ég fæ oft bara frá einhverjum bara, ég var að spila golf með pabba þínum, toppmaður. Þannig var alltaf að heyra eitthvað svona með þetta sko, fólk kynnist í einhverjum holli sem hefur aldrei annars kynnst sko. Nákvæmlega, og þetta er líka orðið bara risastórt fyrir orðið, þetta hefur alltaf verið fyrir svona viðskipti. Já, menna hittast, já. Taka eitt ring og lunch eftir og maður er með sérstaklega út í Bandaríkjunu heyrir að rosalega mikið að samböndum og dílum sem að fara í gegn myndast á golfvelli. En hvað gerur svona þetta skemmtun að þú ert ekki í golfi? Eða á golfi bara allan þinn hug? Ekki alveg. Nei, ok. Ég þarf alveg að pæla í því að reyna að gefa golfi minna pláss út af að maður þarf sína andlegu pásu og bara dreifa huganum. En ég hef svona áhugamál, ég hef bara mjög gaman íþróttum yfir höfuð og hitta vini og bara einhvern veginn. Mér finnst gott að ég á góðan vinahóp, ekki neitt tengt golfi, bara úr menntaskóla. Og svo er líka mjög góðan vinahóp og erum þéttur hópur í GKG og í öðrum klúbbum líka. Þannig að ég reynir bara að hitta þá til skiptis ef ég vil kúpla mig alveg frá golfi, þá veit ég að ég hef fólk sem að horfir á mig alveg hinst þótt að ég spila á skilur þessu móti eða spila umulega í öðru móti. Ég skil ekki, en ekkert svona að spila tölvuleiki á kvöldin eitthvað svona fram eftir eða horfa eitthvað sjónvarsefni eða eitthvað? Jú, ég horfa alveg á sjónvarp, tölvuleikir, ég var alveg í því, en maður var mikið í FIFA og Fortnite og tímabili og svoleiðis, en bara ég hata bara að vera lélugur í einhverju. Þannig að ef ég er að tapa möllendum í FIFA þá mun ég bara fara að grænda, skilur, og þá nenni ég ekkert að tapa, þannig að þá er það að taka tíma á öðru og sama, þannig að maður einhvern veginn, ég var alveg í því þegar maður var í grunnskóla og menntaskóla og þegar svona allir hópurinn, þetta var bara einu sem maður gerði, en núna er þetta svona, maður þarf að þroskast aðeins úr því og finna einhverja aðra leiðir. En þú hatar að tapa, en þú getur alveg að fara í keilu með okkur og bara þó tapa, var ekki alveg góður? Jú, ég var alveg góð, ég var ekkert að trillast sko. Þetta er meira bara svona innstinni, það er svona, ef ég lélugur í ykkur, ef ég næ ekki að gera það sem ég langar, skilur, ef ég næ ekki að kasta einhverju kasti, skilur, í keilu, það er svona, djúvel, okkur er svona lélugur, en ég er ekkert eitthvað. Nei, maður þarf að hafa þetta í sér. Já, maður er alltaf að komast á þann stað sem þú ert á. Já, og ég held að það sé bara gott að vera með ef eitthvað aðeins svo mikið svona keppnisskap ef maður getur stjórnaði eitthvað liti. En þessi leið þín í háskólan, þú vantarlega sækir einhvern háskóla og er það bara einhver háskóli eða bara eitthvað svona ég setti markmið á þennan í Louisiana? Nei, þetta var meira bara háskólagolf yfir höfuð. Já, svo bara farið inn þar? Já. Þannig að Íslendingar við náttúrulega svo lítil og það er erfitt fyrir okkur að vera ógeðslega góð í ykkur frá unga aldri. Þess að í golfi við erum strax eftir á með hversu lengi við getum spilað íþróttuna ári. Þannig að ég vissi bara að ég væri svona late bloomer og að ég þyrfti að gera meira heldur en allir aðrir til að komast á þennan stað. Þannig að ég var einhvern veginn að skjóta bara aðeins larra heldur en allir hinnir og stefna á skóla sem var kannski aðeins auðveldar að komast inn í með aðeins veikara golflið og sendi bara e-mail og fekk hjálp frá góðum mönnum sem hafa farið í háskólagolf sjálfur sem kom mér í samband við þjálfara og svo fyrir ferli í það að ég spil í erlendum mótum og þeir koma að horfa á mig
og hérna, þetta er smá skrítið, þú ert 15 til 18 ára gutti að spila og þú ert kannski með 5 til 20 fullóna kallmenn bara að horfa á þig og bara pæla, á ég að fá þennan timmin í Bandaríkina það er smá svona skrítin dýnamík eins og fyrir mömmu og pappa að koma að horfa á mig í mótum og þeir eru bara eitthvað menn hérna og alltaf að koma að segja hæfi mömmu og pappa og reyna að selja þeim skólana og svona þeir eru alveg grillaðin hérna en ég sérst ákvaða að skrifa undir skóla sem heitir ETSU East Tennessee State og átti að fara þangað en svo breytist þetta snöggt það sem að sumarið þegar ég var að fara út það haust þá skipti þjálfarinn minn skóla og fór þá úr þessum skóla í LSU sem er eitt stærsti í Bandaríkjunum þannig að þetta var risastórt stökk fyrir hann og hann í rauninni sagði við mig ég vil taka þig með mér og ég tók þá það svona þá áhættu og það ég vissi ekki hvort að styrkur mér myndi vera eins eða slíkt þannig að ég tók þá ákvörðun og bara hefði bara lang besta ákvörðun sem ég tek í lífinu mínu og ég veit að ég væri örugglega ekki hér ef það var ekki fyrir það stökk. Hvernig fílar þú Bandaríkin? Ég fílaði mjög vel þetta er náttúrulega mjög öðruvísi og hérna ég einhvern veginn var bara svo reddi í eitthvað svona breytingu og að prófa eitthvað nýtt þannig að ég var rosalega opinn fyrir kúlturnum og einhvern veginn að allt væri bara öðruvísi og maður getur hlegið eins og maður vill en svo býr maður þarna og maður þarf einhvern veginn aðeins að aðlagast í en það er alveg fullt af hlutum sem að ég væri ógeðslega mikið til í að væri meira hér heima sem í Bandaríkjunum og svo auðvitað öfugt líka en hérna Kannan er svo opinn, ég elska það við Amerikana How are you? You're so nice, what are you doing? Það er svona, getur verið gott og vont það er stundum maður kannski í röð bara að kaupa sér eitthvað mat og það er verið að bara spyrja endalaust að eitthvað spurningum Iceland, oh my god, I want to go to Iceland en hérna en svo er ógeðslega gott líka bara að geta að spjalla við ykkur og þau eru mjög hvetjandi næs og það er rosalega fljótt sem að maður er allt í einu komin bara með bóðum að gista hjá þeim næst þegar maður er í bænum með eitthvað það er rosalega fljótt að vera bara super næs þannig að það er auðvelt að vera bara að líða vel mjög svona heimilisleg stemming allavega í suðrinu þá er hospitality mjög gott og fólk er og maturinn, hvað er svona aðal maturinn, ekki bara barbecue eða? Jú, mikið barbecue hjá mér þá er mikið svona þetta heitir Cajun food og Cajun food? Já, eitthvað frönsk eitthvað tenging við Frakkland það sem ég er og þetta er mjög svona sterkur matur, Cajun en það er svona Cajun krydd Cajun Cajun pipar svoleiðis hann hafði með mikið þetta heitir crawfish það er svona fylkisrétturinn örugglega myndi ég segja og en mikið bara eitthvað típiska bandaríska Hefur eitthvað náða að ferðast Ameríku eitthvað svona sem þú fórst að núti eða? Rosalega mikið, golfið þannig að við ferðumst bara ógeðslega mikið þannig að við hefum farið til Hawaii, Puerto Rico og svo Kaliforníu og Arizona og Texas og eiginlega út allt sko Hvað er best að spila golf af þessum svæðum sem þú farið til? Hawaii? Ég myndi segja Hawaii er by far besti staðurinn til að vera á ströndinni og þjálfarinn okkar er mjög jolly hann græjar á okkur mjög góða íbúðu sem við vorum í svona hvað heitir þetta, svona villu í rauninni þar sem var bara við fórum á ströndina og hann var að njóta sér bótt þar bara hann var ekki að fara til að þjálfa golf sko, hann var bara að chilla á ströndinni en besti staðurinn til að spila golf er örugglega mér finnst ógeðslega gaman í Kaliforníu og svo sumrin þegar það er gott viður á austurströndinni þá er líka geðveikt að vera þar Hvað er eftir völdurinn Pebble Beach? Er hann í Kaliforníu? Hefur spilað hann eða? Ég hef ekki spilað hann, ekki ennþá en hann er geðveikur En giskaðu Fannar, hvað eru margir golfvellir í Bandaríkjunum? Ég ætla að segja þessu allavega 2000 per fylki sinnum 50 100 ásvellir Nei, 16.500 Ok, ég sko þetta aðeins yfir það er ógeðslega mikið En samt, ég fór að hugsa bara, þú veist, að því þú spilar á Íslandi og það er kannski bara eitthvað 20 metrar á sekundu og rigning og hjálpar það samt ekki eitthvað?
að verða betri að því þá ertu í svo hörku aðstæðum eða hjálpar það ekki neitt Sko, að það er aldrei svona aðstæður þegar þú ert að keppa hvort þið er nei, þetta þroskamál alveg, skilur, Já. maður þarf alveg að læra hvernig þetta, mér segja þetta byggir meiri þrautseigju heldur en eitthvað annað. Þú veist, Já. fyrir okkur að vera að fara í, þú veist, við fáum kannski viku sem er í febrúar þar sem er ekki frost í jörðu og það er bara eitthvað 4-5 gráður og rók að fara, Já, já. að við erum að fara út á völl að spila eitthvað svona vetra setup og út af okkur langar þetta var svo mikið. Já, Það byggir meiri svona þrautseigju og vilja heldur en kannski veðri í sjálfum sér, en það er alveg mót sem er spiluð í veðri sem er ekkert spes og þá kemur það alveg í hérna svona hjálpar. Ég fekk með Two Guys í hátíðinni í gær. Ekki næs. Ekki næs. Það var næs að fá sér Two Guys. Þegar ég veslaði matinn þá ger ég bara í bónus. Það er bara svo þægilegt og auðvitað að lappa bónusbúðunar. Maður veit hvað allt er, heimilislegt og kósi og líka bara langbesta verðið. Og svo vil ég fá eitthvað sendt heim, til dæmis eitthvað áfengi. Þá mæli ég með heimkaup. Kemur til ykkar ísjökulkalt. Sko, fyrir þá sem er að baka og vesenast, Orms. þá mæli ég með Ormsson. Hefur hann karfan frá Ormsson. Já. Breyti leiknum. Já. Við erum líka búið Nóa Sirius og þar er berja ringirnir. Það er berjabræða þessum ringjum og þeir eru gúmmi og þeir eru sætir og góðir. En það er líka drullu erfitt að spila bara í 35 gráðum, eða ekki? Og miklum raka og mikið, maður er að svitna ekkert eðla mikið og maður þarf að drekka úrslega mikið vatn og borða vel og hana. Þetta er einmitt svona, maður er alltaf að læra og aftur af því, þú veist, að vera tvítur og er að fara kannski í fyrsta skipti til, veit ekki, sem bara Hawaii, skilur, það sem er mjög heitt og tropical svona. Ég mun strax þarna að læra helling, sama hvernig fer, hvort ég spila vel eða illa, að þá fyrir næsta skipti er ég betur undirbúinn að vita hvað ég er að fara út í og sama hvert ég fer, maður þarf alltaf að fara í gegnum þetta svona learning curve og þessin er toppurinn kannski í 30 eða 30 ára. Akkurat. Og þá eru þið bara búin að upplifa allt og að vita hvað er að gera. Er ekki alveg einhverju gaurar að spila á svona heimsklassa sem eru bara nálægt 50 eða? Jú, Það ekki? jú. Hvað er Tiger Woods gamall þegar hann var að koma aftur? Tigerinn, Hann er í dag 50 og eitthvað. ja, hann var alveg að brillera ennþá fertur, hann var Masters 2019 Akkurat. og hann var yfir fertur þá held ég. Þannig að ég meina, þú er svo lengi sem að líka minn heldur upp og þú ert ekki í einhverjum að fara í aðgerðir út af baki eða eitthvað svoleiðis eða bara ef hún er að halda lífinu í standi eins og Hvað heitir hann aftur sem alltaf að drekka og reykja? John Daly. John Daly. Já. Hann er legend. Hann er legend, 100%. Þannig að þú getur alveg spilað mjög lengi en hérna, Hann er nú hættur eða ekki? hann er hættur. Við spilum svolítið með sinni hans. Ok. Hann er í háskólagólunum líka og hann er held í 1 ára heldur en ég. Er hann líka svona fyllibita? Ekki svo ég vita ég held að þú kemist stutt í þessu núna í háskólagólu og væri bara að mæta fullur á teigi eða eitthvað. Hann spilaði bara einu svona blind fullur við Tiger Woods og vann hann sko. En var það ekki bara betri fullur? Eða, veist, var það ekki bara hans? Já, og hann reykti bara, þú veist, þegar hann var að spila og eitthvað svona. Hann fór allan ekki sömu leiður og sínir samfæruminn. Það er klart mál. En vann hann eitthvað svona stórmót, einhvern mann? Ég held það. Já, Nú ertu komin og Út fyrir- kvissa mig eitthvað sem Já, nei, ég ég fór ekki að fara með sko. Hann er vel gamall. Ég fæ hann svolítið á, sko, hann kemur inn á TikTokið mitt og YouTube. Hann er svona þinn stíl eða ekki? Frekar. Ef Já, þú fyrir golf, þú frekar horfur á hann heldur en Jú, Ég er þá var hann svona- með túli á kantinu bara. Ég byrjaði í golfi, sko, eftir ég sá myndina Tiger Woods, sko. Þá bara fór ég út á hana, brekku heima og byrjaði að slá eins og hann, sko. einmitt. Þá var hann ekki fættur, eða hvað? Örugglega Nei, ekki. Tiger Woods kemur út 90 og eitthvað, 6, 8, ég maður ekki. Já. En þá fyrir þú alveg þegar þú ert ungur og kannski bara ennþá inn á YouTube að skoða Tiger Woods og skoða alltaf sveiflurnar og Já, greina þessa gæja eða? 100% bæði þessar sveiflur og sliðis og svo er maður líka að horfa á svona behind the scenes vídeo þar sem maður kannski eitthvað að taka upp uppbytun hans og þá er maður að pæla herri, wow, hvað gerir hann í uppbytun fyrir golfring? Geðveikt. Er það einhverjar æfingar eða þú veist hvað er það? Þú veist, já, maður fór úr því að vita ekki Ertu að neitt, skvotta skilurðu. bara, eða Já, hvað? þeir gera það. Já. Þeir þessi bestu og þróun núna og þetta er orðið miklu meira svona íþrótt og miklu meira sem að kemur að þessu heldur en bara að slá. Þannig að eins og ég ger alltaf eitthvað kannski ekki í ræktinni fyrir hring en þetta er allavega svona 20 mínútur hálftími af teyjum eða virkjunaræfingum og líkamann og það getur verið skott en þú ert ekki að maxa skilur, þú ert ekki að taka Nei.
einhver 10 sett og einhver hörku þyngd, þetta er meira út að koma vöðvinum í gang Já, og út af því að þú ert með svo mikinn kraft í golfseflinni að þú þarfst að vera ready í það. Þannig að bæði það og svo hvernig er hann bara að hita upp, er hann að púkta mikið, er hann að chippa mikið eða slá mikið. Þannig að maður einhvern veginn byrjaði bara að púnta niður hjá sér, hvað þessi geri, hvað uppáhaldskilvingandi mann skýra og þá einhvern veginn bara byrjaði maður einhvern veginn að læra aðeins meira og prófa þetta áfram. Hver eru svona uppáhaldskilvingandi þínir? Góð spurning, ég nefnilega á ekkert eitt svona sem að stendur út. Ég var mikill Ricky Fowler maður þegar ég var yngri, veit ég hvort ég þekki hann. Justin Rose. Ég fíla hann í botn og ennþá í dag. Tigerinn alltaf er bara eitthvað sem að gerði svo mikið fyrir leikinn og mótiverða svo marga og Rory McIlroy líka. Þannig að ég myndi segja svona að þessi nöfn er eitthvað sem maður horfir mest til. En svo hef ég svona, núna horfir ég meira á Norðurlandabúana. Það er strákar sem heitir Ludvig Åberg, Nikolaj Højgaard, strákar sem eru búin að spila í þessum Ryder Cup mótum. Já. Og fyrir mér er þetta meira að horfa á þá og hugsa, þeir eru frá Svíþjóð eða Noregi og eru komin á hæsta sviði í golfi og meira svona, af hverju getum við ekki líka gert það? já. Og hvað gera þeir til þess að vera jafngóðir eða bæta sig versus kananir sem eru kannski með aðeins betri spil á borði. Og búa þeir, þessi strákar, í Bandaríkjunum með það? Já, þeir fóru sumir af þeim fóru í gerum háskólagólfið, sumir gerðu það ekki en núna eru þeir allir að keppa á PGA Tour mótaröðinni sem er í Bandaríkjunum. Er það eina leiðin að búa í Bandaríkjunum ef mann ætlar að skara fram úr í golfi? Nei, þú getur náttúrulega getur búið á Spáni og getur búið í Svona heitara löndum. Já. En svo getur búið í Íslandi. Það er einhverjir sem er búið ennþá í Skotlandi eða Englandi sem eru þaðan en margir af þeim eru taka tarnir þar sem eru úti þá í einhverja mánuði og hvort sem er búið þar eða ekki þá eru allan að leigja eitthvað í ákveðin tíma. En það er bara svo erfitt út að veit ekki hvernig ég útskýra þetta. Þetta er svona eins og værir bara að spila í Premier League í fótbolta og þú ert alltaf að fara heim til þín og gera aukaæfingar á gervigrasvelli sem er með smá hólóttur og gat í mörkunum og þetta er svona af hverju ertu að fara eitthvað annað að undirbúa því, það er ekkert það sem þú keppið við, þannig að þú frekar reynir að komast í umhverfið það sem að fara mest út í. En þú sagðir áðan eitthvað að þú væri einhverstaðar á heimslistanum, hvernig mæla er það? Er það bara að þú skilar einhverjum skórkortum og það er eitthvað deilt yfir árið, eða hvernig er þetta? Ef þú vinnur, þú þarf að koma þér inn á listan, þannig að þú vinnur eitthvað ákveð mót og það fer alveg frá því að vinna úlingamót á Íslandi í að vinna stærsta mót sem ég geti spilað í núna og svo er bara safnaður stigum, þannig að eiginlega öll móti sem við keppum í eru til heimslista stiga og það er bara einhvern veginn svona, safna stigum og deilt á fjöldan og að býja til rankingu. Og hvað ertu á listanum? Ég held að ég sé 15. núna. 15. í heiminum? Já. Ha? Vá. Þannig að það er sem sagt sama safnað af þessi lista, það eru 2 listar, einn heitir World Amateur Golf Ranking og svo Official World Ranking og Ertu 15 official? Nei, þetta er official er bara atvinnumenn. Ok, þannig að núna þurfa þetta er atvinnumennska eða áhugamennska. Ok. Þannig að við 3 erum áhugamenn en við getum allir verið atvinnumenn á morgun og þannig að í rauninni er þetta bara skilyrði að þú segir, ég ætla að fá greitt fyrir að spila golf eða að kenna golf, þá ertu atvinnumæður. En á meðan þú ert í háskólagolfi, háskólaíþróttir eru tæknilega séð amateur sports og þá erum við bara, áhugamenn, en þessi listi er sem sagt, þú getur verið 50, 60 á þessum lista, skilur. Og ertu með 15? Já, en ég googlaði það, áttu 11. Er ég 11 núna? Gunnlaug, ChatGPT er í 11. sæti á heimslista áhugakylfinga. Já. Nú, ok. Til hamingju með það. Takk fyrir það. Vissur ekki að það var nummer 11? Nei, ég komst inn í 8. sæti í haust og svo hef ég bara verið rokkandi hann á milli. Fer eftir maður á Líla viku og droppa mér nokkuð sæti og svo maður góða, þannig að ég er ekkert nefnilega reyna að pæla ekkert mikið. Jú, ég er að opna PDF-skali, sko. Sá sem er efstur heitir Jackson Koivun. Já.
nákvæmlega. En það er 3 efstur bandaríkjamenn. Já. Þannig að þetta er semst að listi Hvað er það langur listi? Hvernig er þetta niður í? Þetta er rosalega langur listi. Já, ef þú kemst inn á listan þá ert í 4.000 og eitthvað. Já. Þannig að, og þú ert að komast inn á listan, þannig að Hefur einhver slísast inn á innan lista? Bara eitthvað svona, bara spilað bara á GKG vellinum og svona, ég er 4.000. sæti? eða? Nei, þetta þarf að vera skilur svona proper mode Já, sem já, þú já. vinnur til þess að komast inn. Vá. Þannig að, Er Íslandsmótið ekki proper? jú, Það er proper. Það er proper. Þessi svona aðalmót á Íslandi eru hérna talin með í þessu. Þannig að við fáum, þú veist, okkar ungu kylfingar vinna úlingamót og þá detta inn á listan. Hvað eru flestar hólur sem þú spilað á einu degi? Örugglega 54. Já. Það er þá, hvað er það? 4.018? Nei, 3.18. 3.018. Ekki. Það er rosalegt. Já, það var þegar maður var ungur. Yngri. Yngri, Já. sorry. Helvíti ungur. Já, og hérna spilaði bara frá mótni til kvölds á Íslandi þegar það náttúrulega verður ekki dimmt. Nei. En hérna eins og bara í mótinu með kaddía. Er alltaf sami kaddín eða færðu bara einhvern kaddí? Flestir eru með kaddi sem er ferðast með þessi atvinnumennir. Já. En ég fekk bara félaga minn sem að ég kaddiði fyrir hann þegar hann var atvinnumæður í einu móti. Og þá svona fekk ég að snúa blaðinu við og fá hann og spilaði semst var atvinnumann í Íslandi. Þetta er Bjarki Pétursson. Já. Og vann Íslandsmótið og svona, hann bæði hörku kyllingur og næði vel með honum, þannig að það er gott að hafa eitthvað sem þú getur bara að spjalla við. Og hann hefur verið að stóða því, verið kaddíðan Já, þér? Já. en þetta eru bara örfá móti á ári sem að ég er með kaddi í rauninni. Og það varst í háskólanum, þá var þetta bara, þá var maður bara sjálfur. Og er kaddíðin alltaf rétt fyrir sér? Bara eitthvað rétt inn einhverja kilu? Eða svona almennt sé, ég er ekki að tala um til að bjarga, ég er bara að tala um svona kaddíjar. Nei, ég myndi setja Bjarka í sama kategóri og hinnir. Já, ok. Ég er bara að segja hans í verðin hinn, en allan ekki hér. Nei. Bara nei, ég er alltaf að taka 7 hérna. Það er réttir katti, velur þú ekki þína eigin kilur? Þú ert í rauninni bossinn, skilur, og velur alltaf hvað þú vilt gera, en kattíðanir þetta er bara það mikilvægt gigg í rauninni að þeir vita allt völlin, þig, þannig að þetta er bara svona meira discussion, skilur, að oft sem kattíðin snýrið þér og segir, heyru, það er betra að slá þetta högg, eða við skulum ekkert vera að slá dræfir hér, þótt að killingurinn lóka, og þá er þetta svona, stundum erum við að pirraður út í hann og reiður eftir á eða ógst ánæður, þetta er bara mann er mannlegur og báður gera mistök og góð hluti, en í svona í rauninni er þetta þannig að kylfingurinn ber svo mikið að tilfinningu með sér. Ef hann var að fá bóki þá var hann pirraður. Þannig kattín er alltaf level-headed meira. Getur hort á þetta meira svona hvað eigum við að gera, ekki hvað langað er að gera. Er til atvinnu kattíjar eða? Já. Já, mæntalega kattínas og Rory eða eitthvað, hann er mæntalega bara alltaf kattínas og er bara milljónumæringar út af því. Bara ferðast með honum og er bara með honum allar vikur. Það er eitthvað þægilegt gig. Þetta er það. Já. En hvað þarf að gerast til þess að þú farir upp næsta level og verður bara svona atvinnumaður alltaf? Sko, eins og ég segi, ég geti gert það á morgun. Ég geti sagt bara, ég er atvinnumaður og þá myndi ég fara inn á hinlistan og byrja að vinna mig upp hann. Og eins og ég fann út í þessum mótum sem ég spilaði að ég finn alveg að ég er ekki langt frá þessu og hæfileikalega sé þar ég á mjög góðum stað fyrst mér og stað sem ég er mjög sáttur með. En ég á 2 ára eftir í háskóla, að minnstakosti ég geti tekið 3 í viðbót og ég hugsa bara þannig að það er ekki að fara að gera neitt illt. Ég er að fara að vera þroskari, ég er að fara að keppa á hæsta sviði í 3 ára í viðbót með allt sem ég get beðið í kringum mig. Þannig að okkur ekki bara vera þolinmóður og þetta er long game. Já, og fara eftir þessu svona hefðbundu leiðinni. Hvað ætti að læra í skólanum? Er það bara svona klassískt? Viðskiptafræði. Þetta er viðskiptafræði, já. Maður þarf að velja eitthvað. Eða bara eitthvað? Ég tók bara eitthvað sem að var í nógu eins erfið menntun ég geti gert með tíman sem við þurfum að setja í þetta. En er þá, þú veist, er þetta samt eitthvað svona golfbraut? Nei, þetta er bara venjulegur háskóli bara? Ég er í rauninni bara eins og Jón Jónsson sem er bara í viðskiptafræði í Louisiana State. Já. En ég mæti tíma með venjulegu fólki og svoleiðis. Já. En
ég þá student athlete sem að þýðir að ég í golfliðinu og þá fáum við að njóta svona tölvöld meira af benefits. Þannig að við erum með okkar eigin mathöll fyrir íþróttafólkið, okkar aðstu golfvöll. En er einhver einingar sem koma inn út á það? Nei, það er ekki tengt náminu. Ég er bara venjulegur nemandi og fæ ógeðslega mikinn slaka út af liðinu. Já. Og býrðu þá svona dorms, eins og maður segir í bíómyndum? Já, ekki alveg eins og í bíómyndunum. Ég var í svona íbúðar konsepti og smá luxus fyrir okkur. Og býrðu með einhverjum útlendinga? Já, ég bjó með Suður Afríkustrák sem var í liðinu mínu og er í liðinu mínu og einu Svía líka. En var að flytja núna í hús með vinnu mínum. Þannig að verðum aðeins nær vellinum og já, fæ aðeins meira svona heimilis-vibe að vera þar. Þá þarf þú elda og svona eitthvað? Já. Kaupi matinn og eitthvað? Já, get skramblað egg og svona. Ertu góður að elda? Ég get skramblað egg. Ok. Gæti bjargað mig með kjúklingabringu. Já. Mögulega eitthvað svona kjöt. Eitthvað sem ég get steikt. Ég get hold my own þar. En ég fer ekki að segja frá því þegar ég prófaði að sjóða hrísgrjón í fyrsta skipti. Ég hef ekki gert það aftur. Nei, það er rauninni mjög einfalt. Var það á stuttið og lengi? Mættilega á lengi? Það bara gerðist eða ekki mikið sko. Kveiktir ekki á hellinu? Já, eiginlega þannig sko. Hlutfallega á hrísgrjónum og vatni var ekki rétt og þorði ekki að láta allt sjóða upp úr hann að ég einhvern veginn bara gafst upp og leiði ykkur mönnum að gera það. En er ekki hvað er alltaf svona þjónustur, Uber Eats og svona, er þetta ekki svo þægilt í Ameríku? Mjög fínt að geta þetta þannig. En við erum sko lúxusin að vera í svona stórum skóla í íþróttum er bara þetta er galið í rauninni utanumhaldið sem við fáum. Það er dining hall fyrir íþróttamennina, morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur. Og þetta er bara og með 3-4 mismunandi prótín að velja í hverju einustu máltíð og með getur látið elda það sem þú vilt fyrir þig. Þannig að þú getur labbað inn og bara beðið hvað sem er í mat. Þetta er ekki eins og í bíómyndunum, maður heldur að sé með einhver bakki. Nei, bara hendi í því svona. Það er venjulega kaffeterían. Þannig að þetta er bara eins og að vera í atvinnumanna-liði í vera ándurs bara eins og að vera í prem-liði. Já, maður sé bara eins og bara college fútbolinn hann er hjúts í Ameríku. Það er bara hverfisliðið. Okkar fótboltavöllur er með 103 sætum. Þannig að við njótum góðs að því. Þannig að við borðum í sama svona matöll og þeir. Þannig að við einhvern veginn utan og þetta helst í hendur ef því stærra sem að fótboltaliðið er því stærri er skólinn í íþróttum. Og er þeir bara kónganir af þessum skóla, þessi gaurar sem er í þessu liði? Það eru quarterbackarnir er að fá borgað 3-5 milljónir dollara á ári. Fyrir að vera í college fútból? Þannig að reiknaði nú hvað það er mikið íslenskt. Veitu, okkur held ég að þeir væri eiginlega að gera þetta frítt og það væri að vera að rífast yfir því? Það er búið að breyta reglunum. Þannig að núna er peningarinn mikið dæmi í þessum íþróttum. Þeir eru bara proppir atvinnumenn bara? Þeir eru, og núna eru leikmenn að fara frekar í háskóla og njóta góðs af því heldur en í atvinnum sko. Ég meina ég er að leggja hliðin á bara bara ruggluðustu bílum sem maður sér bara bensar út allt og hvað heitir Maybach, það er eitt fótboltamaður sem að keyrir á Maybach. Já, sem er bara í skólanum? Já, korvettur út allt. Bara einhver 19 ára gaur bara? Já. Vá. Og svo kannski komast þeir inn í NFL eða ekki? Og ég meina þetta eru 80-100 leikmenn í liðinu, segjum kannski 20 af þeim 20-30 eru á svona þeim stað þar sem þeir eru að keyra á sportbílum og með demantakeður og svoleiðis. En ég meina það er kannski helmingurinn af þeim sem að fer í deildina og það er ekkert víst að þeir endast þar. Nei. Vá, áhugavert. Og hefur kynst eitthvað á þessum gaurum eða? Ég hef ekki kynst mikið af fótboltastrákunum, eitthvað aðeins, en meira nokkri baseballstrákunir. Baseballið er gott. Það er svona aðeins hóværara. Þeir eru svolítið tappar hann í fótboltanum væntanlega. Já, og svo er líka þeir einhvern veginn eru svo mikla stórstjörnur í Bandaríkjunum að þeir eru ekkert endilega mikið að Þeir eru bara með Instagram reikning líka bara upp á einhverja 10.000 miljónir sum sko.
ég var eins og bara heimsótti vinkona mína sem var í námi í Alabama og ég var á einhverjum bar og svo mætir fótballtaliðið inn á barinn og það bara trilltist allt. Þetta var bara svona alþjóðlegi celebrityar bara í Alabama skólanum sko. og ekki það er trúað bara þannig að þú lappar inn í mathölluna og það eru spjallþættir í Bandaríkjunum að tala um þessa gaura skilur á mánudeginum eftir einmitt. leikhelgi Akkurat. og þannig að þetta er bara Þetta er svo skrítið. þetta er svo miklu starra en við kannski föttum í Íslandi Já, út að við hugsum amerísku fótbolti NFL, körfubolti, NBA en fyrir lókalnum í Bandaríkjunum þá eru háskólanir svo miklu starra en við höldum Það er bara svona KR Valur fyrir þetta. basically, út af þú pælir í líka fyrir okkur, við ölumst upp með að fara í KR eða Val eða Stjörnuna eða eitthvað og við höfum alltaf þá tengingu og við viljum að börnin okkar fara þangað og við förum á leiki fyrir þeim er þetta þannig, þau fara í Alabama eða þau fara í LSU og svo flytja við annað eða halda sér þar þau eignast börn, þau vilja krakkandið síni fara þangað og þau halda bara áfram að fara á völlinn og en ég meina þau fara ekkert í þú veist, New York Giants í NFL eða Boston Celtics í NBA skilur það er bara þannig að það er þú veist, fólk heldur náttúrulega með þeim liðum en tengingin er svo miklu meiri við háskólalegin Þannig hittir meira bara svona landslið fylkisins, þannig séð. kannski, já, að einhver leiti þú veist, þá ertu bara, ef þú kemst út úr þessu háskólabúblu og nærða að komast í aðurmennsku þá ertu komin bara í þessar stóru deildir og Vá. það er En hvað með hérna eins og nú var HM í gangi og svona upplifur HM eitthvað í Bandaríkjunum? ég fór heim, við fórum heim það byrjaði þegar ég var úti og svo fór ég heim Já ég upplifaði þannig að flugin urðu frekar dýr Já, það var svona meira það sem ég upplifaði sko. en bara svona konsensusin með bara sokkerinn þar hvort það sé eitthvað svona stígandi í því eða öllum 100%. drullu saman með þetta mér sokker er alveg frekar stórt Er það? ég meina við erum með það voru 2 íslenska stelpur í okkar sokkerliði í LSU og núna er bara ein en hérna, nei sorry, það eru 2 nýjar að koma inn þannig að við erum með 3 stelpur í sokkerliðinu Ok, og þær eru mjög góðar og hérna fótbolti er orðin þrjusu stóri í Bandaríkjunum þetta er náttúrulega ennþá svolítið grilla að heyra og tala um þú veist, soccer og hérna og stöð, þú veist, þeir kalla hérna sumar þessar stöður eitthvað allt annað en við þekkjum og maður fær svona smá kjánarhóll bara að heyra það en hérna Það veit kaninn hver Messi er og Holland Já, og, já núna, þú veist, væntanlega já og sérstaklega núna þetta er náttúrulega búið að vera risastórt að fá þetta Ég bara spáði hvort það sé betra þú veist, ef þú ert bara í sokker í Bandaríkjunum hvort er það betra en að vera bara í Svíþjóð, þú veist ég myndi Bandaríkin. ég myndi segja að fara í gegnum háskólakerfið sama hvað íþrótt það er og líka fyrir sokker er bara málið í dag jú, ef þú ert nógu góður að út ennþá í menntaskóla og ert að spila út líkil maður í bestu deildarliði og sér fyrir þér að þú ert að fara til Norðurlandana eða eitthvað í lið þá 100%. Veist, ég er mikið af mínum vinum úr fótbolta og hérna, grunnskóla og menntaskóla sem eru núna í atvinnumennsku í Danmörku eða Svíþjóð eða eitthvað úr Stjörnunni en það er samt ekkert auðvelt skilur, þú ert í grændi og bara reyna að vinna þig upp og meðan í háskólanum þá ertu í rauninni að lifa svolítið lúksuslífi í 4 ár og ertu að fá menntun og svo er þetta bara orðið stærra núna þannig að þú getur alveg komist í atvinnumennsku þaðan En ertu í sumarfríi núna frá skólanum og ert þá að spila og keppa eða hvað ertu að gera? Já, bara í sumarfríi skólanum þannig að ekki að snerta bók núna sem er geðvitt Nice. en já, við erum bara með okkar eigin svona tímabil núna það sem að ég kepp í mínum mótum sem ég vil þannig að ég vorum að koma frá Íslandi var í EM með íslenska landsliðinu þar og það er svona svoleiðis verkefni núna á sumrin og svo núna er ég að horfa á 2-3 vikur þar sem ég er að fara að slæka og fá smá frí áður en ég fyrir næsta verkefni út Þegar þú segir slaka á, ertu þá bara ekkert að spila golf eða tegur nokkra ringi, byggja eitthvað G eða hvað? Já, allan að ég þarf vel að taka svona nokkra daga sem er bara alveg off og hérna en þetta er meira kannski svona andlega að vera ekki að hugsa bara eitthvað, herru, ég þarf að taka gott grænt session núna breyka bara eitthvað, herru, mér langar að spila 9 með félagunum kl. 10 kvöldið skilur út, það er gott viður að gera það er ekkert neinn, mér finnst það meira hobby heldur en vinna skilur,
hann hefði meira einhvern veginn slækin á að vera ekki að æfa eins mikið og að geta frekar bara lift mér að gera það sem ég vil. En þú getur alveg farið bara með viniðinum jafnöldurum í golf og bara svona slakað á og haft gaman, eða? Já. Á ljúfling, jável bara. Já. En ertu þá pirraður ef einhver myndi óvart vinna þig? Væri það bara djúmullin? Eða ertu bara, þetta er bara gaman? Nei, í rauninni ekki. Ég efast að vinur mínu úr skólanum myndi vinna mig. Já. Ég væri frekar bara að hjálpa þeim að reyna að hitta kúluna. Já, ég skil. En þú veist, ég meina, það er allir mjög góðir af þessum strákum sem er með í golfklúbb og hérna í landsliðinu, þannig að þeir geta alveg eins unni mig eins og ég get unni þá. En maður er ekkert eitthvað pirraður, það er meira að maður setur eitthvað undir og hérna það er bara keppnisskap í gang og gaman. Áttu golfhermi einhvers þar heimihöður eða nálægt þér? Ekki heimihöður, en í GHG eru við með marga. Hefur það ekki svolítið breytt leiknum eða? Nú var strákurinn minn að æfa golf og hann var bara í golfhermi allan veturinn. Einmitt. Man fann alveg mun þegar hann byrjaði svo að slá á sumrin. 100%. Og það er bara, ég er í rauninni af þessu svona golfherma kynslu þar sem ég læri miklu meira tæknilega að spila golf og svo fer ég út, skilur. Akkurat. Og ég þjálfaði í GHG senstu áður ég fór í háskóla og var maður einmitt bara að kenna krökkunum pingulitlum að heita kúluna. Já, leikir og það gerir þetta svo skemmtilegt. Vera að slá í tjaldið og reyna að veiða ykkur skrimsli í stæðan fyrir að vera bara eitthvað herru, þú slóst á grínið. Það hefur drullið saman það. Þannig að mér finnst það geggjað og tilkoma golfhermanna hefur opnað svona nýja víddir fyrir bara krakka í golfi og líka bara fyrir fólki eins og þið getur farið í golfherma og fengið ykkur að borða eða og með vinum og þetta er bara eins og fyrir keilu, þannig að þetta er bara að opna leikinn á miklu stærri svið sem mér finnst geðið að sjá. Ég er sammála því, sko. Ég sem ætla að spyrja vandi mataræði, pælir þú mikið í því? Nei, ég get ekki sagt það. Ég er alveg með svona ákveðna pælingar gagnvart því. En út af að við erum svo aktífir yfir allt árið að út að labba rosalega mikið og út að brenna rosalega mikið að ég í rauninni þarf meira að passa på að bara borða eins mikið ég get. Þannig að á tímabilum þá er mér eiginlega drullu sama hvað það er, ég bara reyna að borða. Þó að sé fast food eða eitthvað? Já, sko, ég reyna að sleppa svona öllu ruslfæðinu, sérstaklega úti, það er svo mikið það. Maður þarf að finna staðina sem eru hollari hreinni. Það er svona það sem að minnst leiðilegast við Bandaríkin er hvað mikið að viðbætti stöff í öllu. Það er svo gott. Það er ógeðslega gott, sko. Ég elska það, sko. Ég elska að velja Bandaríkin og éta. En þú náttúrulega býrðu það, sko. Það er verið þig. Þannig að þetta, ég meina, maður náttúrulega elskaði McDonald's þegar maður var yngri, en ég held að ég hef ekki fengið með einu sinni eftir að ég flutti. En hver er svona uppáhalds fast food keðjan þín? Raising Cane's. Cane's er gott. Dífaði sósuna á. Já, Cane's er svona. Chipotle, jafnvel. Chipotle, ég var ekki búist að þið myndi vita hvað það er. Svo leiðist að segja. Það er búið að vera í svo mörg ár maður. Ég veit það, en alltaf þegar ég segi þetta við Íslendinga, þá er það bara eitthvað, býtu, hvað er það? Sákar, það segir ekki Chipotle sem eitthvað fast food, það er eiginlega bara ekki fast food, sko. Það er healthy food. Ég veit það, en það er það sem ég segi, það er fast food keðja sem er ekki, þú myndir ekki tilkynna það. Nei, það er ekki löðrandi í sósum og... Nei, þetta er bara svona burrito-vefja, þú ert ekki eitthvað tróða því í þig, skilur við. En það er eitthvað svona, ég fæ mig það miklu meira, það og heitir kava, sem er sama koncept, meira svona Greek cuisine. En það vart í svona gúfstuði bara, nú langar mér að tróða einhverju í mig. Chick-fil-A, það er rosalega gott. Það er rosalega gott. Það er aldrei eitthvað svona djúvillang mér í Big Mac bara. Nei, og ég fer frekar á Chick-fil-A, sko. Eða Five Guys. Herru, fara á Two Guys sem er á Íslandi. Two Guys. Það er two-pack hambúrgara. Sturlaða borgari. Í alvegni, það er sick. Já, mælu með því. Ertu hambúrgara maður? Já, fyrir hambúrgara. Frekar en pizza? Já. Ok. Það fyrir til stuðinu. Ég hef pizza í gær, þannig að núna var ég til í hambúrgara. Já, pælir ekki það mikið matræði. Ég man þegar maður var tvítur, maður pældi ekki neitt í matræði. Það var bara að ég fá okkur pítsu, hambúrgara, pulsu, eitthvað svona. Ég er ekki að telja kaloríur eða hvað sem að þetta heitir allt, skilur. Ég er miklu meira bara, ef mér líður vel og ef ég er fitt, skilur, og orkan mín er í lagi. Ég hugsa þetta miklu meira frá orkugjafa heldur en einhverju svona að tellja eitthvað von í mig. En er það ekki bara því þú tvítur og svo verður 26 ára og þá fer þetta að koma á þig, sko. Þá byrjar að fitna almennilega, sko. En þú ert kannski ekki að drekka bjór, þannig að, þú veist, það hjálpa líka. Ég fórna því bara alveg
þannig að ég Já. leiði mér frekar að fá mér nammi og gos og eitthvað. En hvað, Sem þú veist, fyrir þú það. spilar næstu golf svona nánast alldaga, gerir ég ráð fyrir. Þannig hvað ert að labba mörg skrif á dag? Veistu það svona cirka? Já, ég, Hvað er svona efrið sitt yfir árið? Veistu það? sko, ég geti Þetta er mjög áhugavert. viltu vita Já, förum í nákvæmlega? þetta. Já, ég var til að sjá Sem sagt, statsin á... Við erum hérna Hann náttúrulega alltaf í golfbíl kannski. ekki mikið, Nei. úti er að meira en hérna við keppum alltaf labbandi. Þannig að þú veist, við erum að keppa oft 36 Er það regla? Nei, Já. það er aldrei golfbílar í keppni. Donald Trump, hann er alltaf bara golfbíl. Labbar ekki neitt. Já, hann er líka 80 Hann er líka forseti. 9 ára eða eitthvað. Ég er sem með 89, er hann 9 ára áttræður? Já, ok, var það. Ok, hvað Ég er segir? með hérna dæmi sem heitir Whoop. Já, Veit ég hvort það jú, er jú, hægt jú. og hann alltaf mæli svefnin og allt svo leiðis Mhm. og hérna og ég er bara búinn að fara hérna út að ég var að koma á móti Mhm. þá á miðvikudaginn á spilum við 18 hólur Já. og var ég labbaði 19.000 skref. Er það 18 hólur? Það er bara eitt dagur Heill skilur dagur, já, þannig að já. það er Bætir 18 við. hringur uppbytun Aha. mögulega smá æfing Já, það fara á veitingastað eða eitthvað já, svo já, ég skil. svo þú veist, rétt tæpla 20.000 daginn áður Mhm. aftur 19.5 þannig að En þannig er þetta að draga kerruna sjálfur. já, Eða- eða halda á pókanum Eða halda á Þannig að pókanum. oftast höldum við held ég allavega á pókanum bara á bakinu Af hverju? Er það ekki verra? Eða? Nei, fljótar yfir þannig. já, þægilega þá getur við labbað yfir grínið og svona en hérna það eru ekkert spes fyrir Já. bakið en, Nei. hérna, en það er líka menningin út í bandaríkinu með mikla wow, kann ekki að tala lengur Nei, er miklu meira í því að halda á pókanum Já. heldur en að íta kerru en Já. Sko, nú þarf ég að fara að endur nýja kilvundar mínar. Hvað mælur með að ég geri? sko, hversu mikið spilar þú? Rosa lítið. Þú spilar ekki neitt. Kannski 5 hringi á ári. Hæ? Okay. Já, en mér langar samt að ná því upp í svona 10-15 hringi. Já, sko ef það langar að gera þetta svona nokkuð vel og ef podcastið er að ganga rosalega vel þá getur við trýtað þér aðeins þá myndi ég fara í ykkur á golfbúð Já. og sko best er að fara í svona þetta heitir að fara í mælingu Er það algjörð möst eða? sko ég myndi segja ef þú vilt kaupa þér eitthvað decent Ok. þá gerði þetta þannig frekar Ok. út af því að þú þarft heldur ekki að vera góður til að fara í mælingu það er ekki, það Nei, er svolítið nei, svona misskilið Ok. og þú segir bara, herru, ég spila örfá hringi á ári, Já. ég vil hafa bara sett sem ég get svona hold my own með Mhm. og þá farið í gegnum nokkra optiona Ok. og hérna, þá getur þú kiftað en líkillin fyrir þig var að hafa kannski fínan driver, Mhm. fínt járnarsett Mhm. og svo kannski svona 1-2 killur hvort sem að það sé vets eða hybrid eða eitthvað sem að venjulega fólk sem spilar ekki mikið fílar þannig að þú veist, ég myndi frekar leggja áherslu á bara svona nokkur svæði í pókanum og svo getur bara fengið einhverjar svona notaði killur fyrir restina Já. Kaupa svona hálft settis Já. eitthvað og út svo af bæta því já. að ég meina þú þarft ekki 14 fullkomnar killur til þess að spila 5 hringi á ári bara ef þú ert að hafa gaman skilur Nei, nú var Steindi, hann var að kaupa sér golfsett og hann kefti bara geðveikt golfsett. en hann líka, hann getur alveg gert það Það skilur gengur vel. já, Já, en ég meina, þú veist, hjálp verður betri sem byrjandi í golfi átt mjög gott golfsett. já, þetta er svolítið pay to win sport Já, það? 100% Ok, áhuga. ég get alveg lagt fyrir þig smá plan og þú getur orðið tölvöld betri mjög fljótt bara með að rífa upp sela Ok, þú ert ekki að vera að borga bolta núna í hóluna fyrir en þú getur gert svona nokkra hluti til þess að fengi gott golfsett Já, þú getur farið í 2-3 tíma til kennara sem að myndi kenna þér svona smá basic þannig að það myndi vera allt í einu miklu betri þá já. og það er svona fullt af litlum hlutum sem Já. þú getur gert Já, ég var alveg til í það, sko. Mér er golf mjög skemmtilegt, sko. já, Samt ertu mikið einn líka. Samt, ha. Samt mikið einn. Það sem ég erst erfast í golfi, segjum að við 3 farum saman í golf, Já. þú myndir slá bara beina bolta, Benni lengst til hægri og ég lengst til vinstri, þá myndi ég kvíða því að við varum að fara í sundur. já, þú vilt haldið það nálægt einhverjum Ég myndi vilja vera nála þér að nála Já, Benna og geta svona spjalla á leiðinni og hvað segir já, þú ert alltaf, já, mér ykkur, já, djúvillega gaman eða Benna, já, Benna minn, þú passa að chipa það er þetta eitt, sko þess vegna þarf það að vera golfbíl þá getur bara Já. kert með honum á saman stað þess vegna elska ég að fara í svona Texas Scramble og svona, við veljum bara betri boltan og ég skil Nákvæmlega. bara kúluna mína eftir og eldum þína og hvað svona Einmitt. En það er líka bara hægt að gera það skilur. Þú fer bara Já, já. með safnar upp í stemmingshól og tekur gott skrambul algjörlega, sko. Þetta er svolítið tímafrækt sport fyrir menni svo okkur Benna, við höfum 3 börn, sko, og mann Já, þannig að það er oft erfitt að finna tíma þess vegna þegar strákurinn byrjaði þá var ég svolítið alltaf ístinn í golfið, sko en svo hætti hann, sko
Já, komum við aftur í það. Já, getur verið sko. Það er mjög öflugt svona sumarstörf, bæði í GKG og GR og flestum golföllum sko. Já, Þannig að einmitt. það getur vel verið okkur brósur svona Benni. Er ég að brosa? Nei, það hefur enga trúið mér eða? Ég finna Jú. að Guttin hefur framtíðina fyrir sér í þessu. Ég held að, Já, hann og var hvað þá, þú líka. Ég held Já. að þú getur alveg Já. að þið báðir. Já, Já, ég hef ekki farið ansi lengi maður. Ég var mikið í þessu þegar barn, pappa Helgum og svona. Ljúfling, spilaði ljúfling mikið og kálfatjörn. Ok, Rosalegu öllur, kálfatjörn. hvað er hann? Nú veistu það ekki? ég hef aldrei hægt að Ég var hana leiðinni bara á Keflavíkurflugvöll. Kálfa tjöld. Býttu nú við. Kannski heitir hann ekki kálfatjörn. Nei, er þetta í Vogum? Já, ætla þess ekki voga kirkja þarna. Vassleysuströnd. Já, okkur sagði ég kálfatjörn. Ég bara, veit það ekki. Nú er ég að vita. Kálfa tjöld. Hann heitir þetta heitir golfklubbi Vassleysustrandar. Já, kannski ég er spilaði hann tjörnanda oft, sem sko. heitir kálfatjörn. Já, og kirkjan og eitthvað. Ég veit, já. Kálfatjarnarvöllur heitir þetta nú hérna. Já, er það? Kálfatjörnvöldur. Vassleysusstrandir, já, þetta er sama. Sorry, Þetta er sama. já, ekki. Samvöldurinn. Kálfatjarnar kirkja og Ég allt að spilaði gerast. hana, já, nákvæmlega. Skemmtileg völdur, Já, þannig að ég þarf að fara að endurinn að kynni við þetta allt saman. 100%. Já, maður svona byrjar kraftið svona þegar yngstæður orðið svona 6 ára. Já, Þá kemur Eða bara fara þegar börnunum er sopnuð og vera frammetir. Eða ekki bara. það er hægt líka, Það má. 100%. 100%. Já, ég ætla að fá hérna eftir podcastið einhver á þér með góða kilur og svona. Ég ætla að segja ykkur eitt. Það er úrslag fyndið að vera hérna núna með ykkur tveim út að þegar ég var í Hóstaðaskóla í svona 5. bekk Já, og núna þegar ég krakka hvað er þið gömur? Yngstir 1 og elstir 9. já þetta er svona allt svo leys. Svipa, ok, þannig að þau eru byrjuð í grunnskóla ykkur er ennþá verið að hafa svona sýning og sal og þau eru að árgangurinn eða bekkurinn er eitthvað að gera svona eitthvað á föstu dögum fyrir restina skóla Já. við vorum með svoleiðis og þá voru þið náttúrulega í hraðfréttum og ég var sem sagt Benni í hraðfréttum á sýning og sal ég man ekki hvort það var 7. eða 7. bekkur Varst það að leika Benna eitthvað svona? Já, var ég í jakkafötum eitthvað þannig að við borðið að ráða eitthvað og við vorum með hraðfréttar konsept í okkar Og var einhver fannar þá? Já, ég man þetta ekki hver það var en það var auðvitað einhver meistari fyndið. Vá, heiður. og bara mér datt þetta í hug þegar ég var að keyra Hingað. og myndi eftir þessu Er það til einhverstað á vídeo eða? Ég ætla að vona ekki það var vond sko en já, mér finnst það bara fyndið út að Einmitt. þá vorum við nokkrir félagar skilur með þetta atrið og Geðvikt. Svo liðið tíminn bara á. já, svo Svo ertu komin bara hingað í podcastið mér Það er nú bara eins og þú varst að tala um að þú að vera á EM. Ég hitti einhvern mann daginn eitthvað blössaður. Ég eitthvað hæ, djúvöldar gaman á EM. Ég eitthvað, já, manns ekki eftir mér. Ég eitthvað, sorry, nei, ég man ekki eftir. Við vorum saman á EM. Það var hann alltaf 9 ára sko. já, Svo í dag er hann bara orðinn 20. búin að breytast mikið og Já, eðlilega. Ég hitti hann senast að hann var 9 ára. Þannig að ég myndi því miður ekki eftir honum. En ég svona, því ég sá hann og svona, já, kannast eitthvað við hann. Þannig að sonur já, ég svona, mætti þessu. það er best þegar eitthvað í staðan fyrir að segja svona ég man ekki eftir bara, nei mannst ekki eftir mér segja bara segja hvaðan þú átt að muna eftir þér Já. ekki Já, strax. og það er svo ógeðslega vont þegar þú farið þetta í Ég smettið veit að og þú ert svo mikið að reyna og vilt koma Já, ég veit ekki vera eitthvað En þú verður að muna eftir okkur þegar þú ert orðin efstur á Bestur í heimi. atvinnumanna heimslistanum og við segjum eitthvað, heyrðu Átni, Mástu ekki eftir meðum við honum? ekki fá viðtalið þá voru þú að segja jú, allt fyrir ykkur stráka mín nákvæmlega Við komum og fylgjum þér á okkar mót. ekki, Jú, 100%. Við gerum það, gerum sjónvastað úr því eitthvað rugl, nákvæmlega Bara takk fyrir að koma. takk fyrir að koma bara takk fyrir mig Alltaf velkominn og bara kannski kíkjum á þig til Louisiana, Louisiana. við þurfum að gera eitthvað svoleið sko. Takk einhvern bandaríkja hitta Lóa Bergmann og þig og þið myndu Laufey elska að sjá þið myndu læra mikið á þessu út að þetta er svo ógeðslega stórt þetta háskólabatteri og ef þið myndu fara og kíkja fótballtaleik eða eitthvað þið myndu já, Starra en maður heldur. miklu stærra. Já, ég veit það. Já. Svo erum við alltaf með svo mikið líka góð íþróttafólki frá Íslandi sem er í þessum skólum bara, ég meina við erum núna með eins og ég sagði, við erum 4 í LSU í íþróttaliðum það er stelpa í gólfinu sem er að fara í Flórida þannig að fylgta geggju íþróttafólki sem að það er gaman að fylgjast með
haldið þið hópin eitthvað Íslendingarnir og haldið þið upp á svona þorrablót og borðið saman slátur Já, ársatíðir og svona við hittumst mikið og eins og í fyrra þá var ég einn með þessum með 2 fótboltastelpunum og hann voru 3 Íslendingar og það var rosalega gott að fara bara tala íslensku borða á laugardegi og sunnudegi og við fórum mikið og fengum okkur bara eitthvað sushi eða eitthvað sem okkur langaði í sem við fáum ekkert alltaf og það var líka svo gott fyrir mig að ég þurfti ekki að tala golfið, skilur og þau eru bara eitthvað, hvað, viljið okkur 18 hólur, skilur, það er eitthvað skrítin tala og bara svona spurningar það vissi ekki neitt og þannig að við vorum bara ekki að tala um eitthvað allt annað og það er svo gott að komast úr því út af þetta er svo mikið rútína og alltaf það sama algjörlega. Þannig að við höldum hópinn og reynum að halda í okkar íslensku hefðir eins og við getum ESB, já eða nei? Mápenni ekki enda þetta svona please Nei, ekki svara þessu ekki fyrir konar vilt ég er svo ógeðslega erfitt að fylgjast með þegar maður er úti já, ég skilja ekkert hvað er í gangi í Íslandi það veit engin neitt ekkert pæli í þessu kannski, segjum bara kannski höldum með þér, takk hérlega fyrir að koma takk og bara þú bestur langbestur sömuleiðis númer 11